Mér finnst þetta að vera spurningar sem eru mjög samsvarandi þeim spurningum sem við erum að takast á við í dag sannleikann, hvernig lýðræði virkar, svona stöðu fjölmiðla í þessu samhengi og hlutverk þeirra í samfélaginu og svona það hver hefur valdið og þá valdið yfir sannleikanum og yfir því sem er rétt. Og hann kemur alveg inn á þessa hluti líka í verkinu hvernig einstaklingur tekst á við eitthvað kerfi eða einhverja pólitík og svo kannski tapar. Og það náttúrulega heimurinn sem við búum í, kannski það sem við erum alltaf í þessum átökum hins náttúrulega eða lífræna og hins svona tilbúna. Það sem svo áhugavert hvernig Ibsen að spila þessari hugmyndum hreina, móti svo hugmyndir einhvers konar versmiður eða einhvers konar stóriðu og hvernig þetta samspil, af því það náttúrulega samspil í náttúrunni milli einhvers konar stóriðu og svo einhvers sem við talum vera hreint eða heilnæmt. Og við erum kannski, og við hérna á Íslandi erum alltaf að dansa á þessum mörkum hvar ætlum við að byggja stóriðurnar, hvar ætlum við að hafa virkjanirnar, eru virkjanirnar mengaðar ekki, eru þær mengunarvaldar, umbreytaðar náttúrunni, hefur það áhrif á lífríkið, hvernig, og þetta allt spurningar sem hann náttúrulega ýjar að í þessu verki með því að setja þetta upp á móti hvort öðru, þessari hugmyndum einhvers konar eitrun frá einhvers konar versmiðu og sem að þessum tíma einhvers konar bara versmiða sem hann að skrifa, en við getum dagtala einhvers konar stóriðju á móti svo einhver sem er heilnæmt eða hreint eða sem getur verið gott fyrir okkur og hvaða afleiðingar hann hefur svo fyrir samfélag sem byggir á því að selja eitthvað sem er hreint þegar við komumst að því að það er ekki hreint. Í grunninn þegar við förum að hugsa sviðsetninguna af verkinu þá sé ég fyrst fyrir mér þetta lítið bæjarfélag að mér langar ekkert meina að það séu allir til staðar alltaf og sýnilegir og svona, það séu svona meðvitund bæinn af því að þetta hefur áhrif á allt bæjarfélagi og þá sé svona gott að við séum alltaf meðvitund að það eru allir þarna og þetta hefur áhrif á alla og þess vegna í svona hugmyndavinni lögðu við að stað með það að það væru allir sýnilegir inn á sviðinu og að við værum að vinna með þetta samspil náttúrunnar og einhvers konar manngerðsstruktúrs. Mér fannst það áhugaverið nálgunarhaldurinn að elta eins og Ibsen skrifar, þá skrifar hann mjög dítilleraðar lýsingar á stofu, á borðstofu, á glugga, horft yfir norskan fjörð í gegnum glugga og svona. En mér finnst það sjálfur ekkert sérstaklega áhugaverð aðferð inn í það. Það sem ég finnst áhugaverð að draga þemu verksins fram í einhverju samspili hins sjónræna og svo textans og vinna þá kannski meiri marglaga með sjónræna þátt og möguleika leikhúsins. Það það sem ég hef kannski áhuga á þótt að leikstílinn sé kannski náttúrlískur eða svona kannski eðlilegur að hvað myndum skilgreina það sem að þá það samspil þessi við einhvers konar sjónrænan heim sem gerir marglaga mynd sem ég finnst áhugaverðari heldur en að vera bara með stofu einhvern veginn. Af því það gefur líka þegar þú sérð alveg þú ferður möguleika til að tengja og horfa á fólk í samhengi við þær senur sem eiga sér stað og það kannski býr þá til einhverjar nýjar spurningar. Þetta náttúrulega 130 ára gamalt verk, það búið að setja það upp oft áður og það til ákveðin svona hugmynd hvernig Ibsen lítur út og hvernig hann virkar og svona að það í svona þeirri hugmyndavinnu við það að þá vorum við mikið að tala þetta með svona eins og svona vísanir í einhvers svona drauga eða svona draugar úr öðrum sýningum eða einhvers konar hugmynd eitthvað sem er gamalt en þetta samt inn í einhver sem er rosalega nútímalegt og þetta samspil þessara hluta líka sem að Eva svo útfærir á sinn einstaka hátt.